Ég nefndi það síðast, ég held ég hafi gert það síðasta sunnudag, já, að við ætluðum að nota tíma núna framundan og skoða eina af grundvallarkenningum og grundvallaratriðum kristinnar trúar. Svo mikilvæg hún að þó svo að þú hafir og ég hafi í gegnum tíðin að skoða þetta frá alls konar sjónarhornum og kafaði jafnvel djúpt í það, að þá þetta eitt af því sem svo gott og svo mikilvægt og svo nauðsynlegt að góð vísa aldrei of oft kveðin. Þetta bara þannig atriði. Ég hef fengið til liðs við mig núna fram á vorið, fram á byrjun sumars, Birkir Má Kristinsson og Guðmund Benedikt Vigfússon, og þeir munu koma hérna og tala með mér og kenna þetta efni einhverja sunnudagana fram á sumarið. Ég hlakkaði mikið til að heyra í þeim, enda hafa þeir meðtekið báðu tveir opinberuna skilning á þessum sannleika Guðs, á lífinu í Kristi, að Kristur í þér og þú í Kristi. Þeir hafa fengið opinberuna skilning fagnaðar erindið sem dásamlegt að hlýða á, svo við hlakka mikið til að hlusta á þá. Þannig að það eru framundan svona samkomur, vonandi verða þær opnar, vonandi verða þannig að við getum haft fólk inn í salnum. Það alltaf skemmtilegra, betra, meiri nánd, það bara öðruvísi. En í dag það ekki svoleiðis, en við sjáum til hvernig við getum opnað upp aftur. En á meðan þá erum við saman við skjáinn, á meðan þá erum við saman til þess að læra og meðtaka það sem Guð vill við okkur tala. Trúargöngunni gjarnan lýst við lífslaupið. Mjög oft, þú sér það í ritningunni, það talað fæðingu, það talað barndóm, úlingsár, fullorðinsár og samanber, Jesús talar endurfæðingu. Hann talar það að einhvern tímapunkti þá þú þarft að endurfæðast til að sjá Guðs ríkið. Og endurfæðingin upphafið. Það eins og fæðingin í hinu náttúrulega, einhvað líf byrjað. Síðan koma barndómur, úlingsár og svo framvegis. Og nú það þannig, alveg, ef við bara tökum náttúrulega fyrst. Þegar barn fæðist, þá hefur barnið sinn innri mann sem andinn innra með honum og síðan hefur það sál og það býr í líkama. Þannig erum við gert, við erum svona þríein. Og andinn ekki sá sem tekur breytingunum fyrir að endurfæðist eins og Biblían segir. En hugur okkar, sál okkar, líf okkar, það að þroskast, það að þróast, það að vaxa, það að dafna. Og ef við skoðum þetta í samhengi við lífið í trúnni okkar og göngun okkar með Guði, þá það, eins og Rómarbréfið segir, þá það hugarfarið sem það að taka háttaskiptum. Taka háttaskiptum með endurnýjungu hugarfarsins. Til þess að hvað? Til að ganga inn í, til að sjá og reyna og upplifa hið góða, fagra og fullkomna hjá Guði. Með öðrum orðum, þegar þú endurfæðist, þegar þú eignast lífið í Guði innan með þér, þá það í eitt skipti fyrir. Það gerist. Það komið. En allt hið ytra, allt í höfðun okkur, allt í líkam okkur, það þarf að byrja að taka breytingum út frá andanum. Og sum ykkar sem að hlusta, kannski ekki einu sinni, þið hafa ekki endurfæðst. Þið veit ekki alveg hvað að tala þegar ég kemur þessu með endurfæðingun og það allt í lagi. Ekki örvendar neitt með það. Það fullt af hlutum hérna og næstu sunnudag sem þið getið meðtekið, skoðað og hugsað og gætt ykkur á góðu Guðs orði. Sum eru ungi trúnni, búin að ganga stutt, sum eru börn í trúnni og svo eru kannski aðrir sem eru búin að vera lengi trúið en eru ennþá kannski hafa ekki náð tökum á, þar að segja hafa ekki jafnvel trú á því sem hinu grundvallaratriði sem Kristur gerði í hjarta þeirra. Þar að segja þeir eru enn að brölta, þeir eru enn að ströggla með hver þau eru, þeir veit ekki alveg hver þau eru, kannski búin að vera kristinn í langa tíma. Hver ég í trúnni? Hvað það sem Guð gerir raunverulega í mér? Hvað þessi réttlæting og svo framvegis? Og ég bið ykkur að hafa þetta í huga þegar ég ætla að lesa núna úr Hebreabréfinu 5. kafla. Og þið getið reynt að skoða hvar eru þið stödd í þessu ferli ykkar öllu.
Þetta svolítið merkilegt vers, en það leggur svolítið grunninn fyrir það sem við ætlum að tala núna næstu sunnudaga. En sama hvar þú sér þig, þá engin fordæming. Það engin fordæming fyrir þig, það bara tækifæri til þess að segja, hei, hérna vantar mig að skilja, hérna vantar mig að sjá, hérna get ég tekið næstu skref. Þannig það alltaf bara tækifæri, ekkert annað. En lesum í Hebreabréfinu. Þar segir svona, svo hvern æðsta prest sem flokki manna tekinn að hann settur fyrir menn til þjónustu fram fyrir Guði til þess að bera fram gáfur eða gjafir og fórnir fyrir syndir. Hann getur verið mildur við fáfróða og villurámandi þar sem hann sjálfur veikleika vafinn. Og sökum þess á hann að bera fram syndafórn eigi síður fyrir sjálfan sig en fyrir líðin. Enginn tekur sér sjálfum þann heiður heldur hann kallar Guð eins og Aron. Þetta svona inngangur og þarna bara verið að segja að þetta eina leiðin. Það eitthvað smá umgangur í salnum. Þetta eina leiðin sem fólki undir Gamla testamentinu hafði. Það að segja að presturinn var kallar Guði og fórnirnar voru færðar aftur og aftur og aftur og hann færði fórnirnar ekki bara fyrir fólkið eða líðin heldur fyrir sjálfan sig líka vegna hvers? Vegna hann var líka breyskur maður. Hann var undir það sama seldur. Svo kemur næsta vers. En þannig eða svo var það og Krist. Ekki tók hann sér sjálfur þá vegsemd að gjöra æðstiprestur. Hann fékk þessa vegsemd frá Guði sem sagði við hann og nú byrjum við að koma að kjarnanum í því sem að leiður okkur síðan inn í réttlætiskenningu Guðs orð. Þú sonur minn, í dag hef ég fætt þig og öðrum stað segir, þú prestur að eilífu af hætti Melkisedeks. Á jarðvistadögum sínum, það að segja Jesú, bar hann fram með sárum kveinstugum og táraföllum, bænir og auðmjúk andvörp fyrir þann sem megnaði að frelsa hann frá dauða og fékk bænherslu vegna guðhræðslu sinnar. Og þótt hann sonur væri, lærði hann hlýðni af því sem hann leið og þegar hann var orðinn fullkominn, gerist hann öllum þeim hann hlýða höfundur eilífs hjálpræðis. Og Guði nefndur æðstiprestur að hætti Melkisedeks. Þetta munnfyllir. En það segir næsta vers, þetta höfum við langt mál að segja og torskilið, segir hann. Þetta munnfyllir. Í stuttu máli, þessi inngangur sem ég með hér, að segja það að Kristur kom sem maður. Hann gjörðist æðstiprestur okkar sem maður. Hann meðtók það frá himnum, frá föðurnum, að ganga inn í það. Hann með því að uppfylla sitt verk, með því að þegar hann var orðinn fullkominn, þá gjörðist hann fyrir þig og mig og öllum þeim sem meðtaka fagnaðarendi og hlýða því höfundur eilífs hjálpræðis. Flestir sem eru trúaðir kristnir sem heyra þetta hugsa já, einmitt, hann kemur okkur til himna. Þetta það sem svo stórkostlega við hann sem sagt leysur okkur á jarðneska lífi og þegar við deyjum þá förum við pottið til himna. Hinn náttúrulega fara bara alls, þau veit, ekki til himna. En þetta vissulega eilífðin í himninum, en þetta ekki nema bara brot af því verki og þeim tilgangi sem Guð hafiði með verki og þessu hjálpræði með Kristi. Og þetta það sem við ætlum að byrja að skoða. Hvað var það sem Kristur gerði fyrir þig og mig hér á jörð? Ekki bara inn í eilífðinni, einhvers staðar þegar við förum héðan af jörðríki, heldur hvað með núna? Hver stað okkar í dag? Hverju höfum við aðgang í dag? Hvað hefur hann gefið okkur sem þú og ég eigum í dag, en erum kannski ekki að framganga í sem skildi alltaf. Og þá kemur það. Þetta, segir Páll, ég trú að Páll hefur skrifað þessi bréf þó ekki sé allir sammála. Þetta sem við vorum að skoða, höfum við langt mál að segja og torskilið. Já, ekkert af þessu bara eitthvað, ekkert mál að skilja þetta. Þetta leyndardómur.
Og þess vegna þarf að taka tíma og skoðan, þess vegna þarf að taka tíma og kafi hann. En þetta grundvöllur trúarinnar okkar. Hlustiði. Þetta torskilið af því að þið hafi gjörst heyrnarsljóir. Enga fordæmingu, við erum oft heyrnarsljó, það bara þannig. Við erum ekki alltaf að hlusta með þetta eða pæla í þessu, hugsa þetta. Og svo segir, og þó að þið tímans vegna ættu að vera kennarar, þá hafið þið þess enn á ný þörf að einhver kenniður undirstöðu atriði Guðs orða. Með öðrum orðum. Ég er bara núna að leggja grunnina í hversu mikilvægt það þetta efni sem við erum að fara að fjalla framundan. Þó að þið, mörg okkar, við sem erum búin að vera lengi trúið, tímans vegna, þá ættum við núna að vera orðið kennarar. Það að segja, tímans vegna í trúnni, frá því að þú gafst lífið þitt og endurfæddist, frá þar til nú í dag, eru liðin kannski 2 ár, 5 ár, 10 ár, 15 ár, 50 ár. Og vegna þess að þú ert búin að ganga svo lengi, þá ætti skilningurinn þinn vera núna á þeim stað og þú að lifa á þeim stað að þú ættir að vera að kenna öðrum sem að byrja. En við erum ekki öll þar. Eigum að skammast okkur fyrir það? Það alltaf að skammast okkur fyrir það. Við erum ekki nógu dugleg allt það. En, ég sagði áðan, engin fordæming fyrir þann sem í Kristi Jesú. Það engin fordæming. Núna, elsku vinur, bara tækifæri. Tækifæri til að sjá. Notum tíma núna í þessu COVID ástandi. Köfum inn í þennan stórkostlega sannleika og sjáum hvað það sem Kristur hefur gert. Og það svo auðvelt þegar ég segi eitthvað svona setningu eða þú segir svona setningu og þá hugsum við bara, já, ég veit þetta allt, þú veist. Og margir, ég hef verið á þeim stað og við kristin. Já, ég búin að heyra þetta oft, ég búin að fara í kirkju öll þessu ára, ég kann þetta. En af einhverjum ástæðum þá vantar inn í lífsneistan okkar það sem Guð setti. Svo við skulum alltaf vera auðmjúk og segja, nei, ég get enn lært, ég get enn meðtekið, ég þarf enn að skoða hvað það sem ekki hjá mér. Svo segir svo, þið hafið þörf á því að einhver kenniður undirstöðuatriði Guðs orða. Með öðrum orðum, það sem við erum að fara að tala undirstöðuatriði. Þetta grundvöllur trúar lífsins. Það ekki Jesús? Jú, svo sannarlega Jesús og það sem hann gerði í þér og í mér. Svo heldur hann áfram þessa stórkostlu setningu. Svo komið fyrir ykkur að þið hafið þörf á mjólk, en ekki fastri fæðu. Munið eftir auglýsingunni, mjólk góð. Mörgum kristnu fólki finnst mjólkin best. Ég nenn ekkert að fara að tyggja eitthvað svona andlega fæðu, eitthvað hefi melta og eyða tími eitthvað að kafa. Gef mér bara mjólk, já, líður mér vel. Mjólk góð. Þið hafið þörf fyrir mjólkin á ný, en ekki fasta fæðu. Og svo kemur stórkostlu sannleikur og hlustuðu. En hver sem á mjólk nærist, og nú að tala trúaðan, hvaða trúaður einstaklingur sem að nærist eingöngu á mjólkinni barn í trúnni og skilur ekki boðskap réttlætisins. Pældi því. Þarna kemur það, grunnurinn. Þeir sem að enn vilja bara neita mjólkur og þurfa að fá mjólk til að nærast. Þeir eru ekki enn búin að átta sig hver boðskapur réttlætisins sem undirstöðuatriði Guðs orða. Þetta alvarlegt að sjálfsögðu? Þetta alvarlegt. Við ættum að vera orðnir kennarar, við erum það ekki. En, ég ætla að segja þriðja sinn, engin fordæming, bara tækifæri. Bara tækifæri. Ekki láta þetta dæma þig, láta þetta bara sýna okkur hver tækifærin eru. Hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Sem sagt, fasta fæðan segir svo, fyrir fullorðna, fyrir þá sem jafnt og þétt. Sýnir okkur að þetta ganga, jafnt og þétt. Þetta gerist ekki allt í einu, smátt og smátt, að áttum okkur á hver sannleikurinn í þessu og við fáum opinberna skilning. Og við höfum tamið skilningavitin til að greina gott frá illu. Við höfum tamið skilningavitin til að greina gott frá illu. Elsku vinir, þetta það sem við ætlum að reyna að kafa svolítið í. Ég kem í mína vinkla á það.
Birkir Már sína, Guðmundur Benedikt með sína og smátt verður við mála mynd réttlæti Guðs í þér. Réttlæti Guðs sem undirstuðatriði Guðs orða, sem skiptir öllu máli að skilja hvað réttlæti og hvað réttlæti í stuttu máli. Einföld skýring á réttlæti Guðs. Þessi mjög einföld og það hægt að útskýra það á betri hátt og þið munið smátt kannski fá að sjá betri mynd af því. En einfaldlega þýðir þetta í skilgreiningunni að réttlæti framfyrir Guði rétt staða framfyrir Guði. Með öðrum orðum, ef að bara búum við til setupið hérna, ef að Guð hér, Guð heilagur, hann almáttugur, heilagur skapari himins og jarðar. Hann svo hreinn, hann svo dýrlegur að það geislar á hann. Ég fæ ábyrgð í augun ef ég kæmi inn. Ég hins vegar, þú og ég, við í okkar eigin holdi, í okkar eigin mætti, í okkar eigin verleikum erum hálfgerðar tuskur. Við höfum ekkert, við erum ræflar. Öðru leyti, við erum ekki með tærnar þar sem hann hefur hælana í hreinleika og heilaleika og tærileika, ekki nálægt í. Og við getum ekki komið þangað. Og ef ég kæmi inn á mínum forsendum, það get ég ekki. Ég myndi hreinlega bara brenna upp. Það ekkert í mér sem leyfir mér að koma inn í þessa nærveru. Þetta hinn andlegu veruleiki. Réttlæti Guðs gerir það að verkum að hann leyfir mér, hann búinn að gera eitthvað sem leyfir mér að koma hingað inn í nærveruna. Og ruslið í mér, það ranga, það vonda, það ljóta, sem að lætur mig líða, ég get skil, ég get þetta ekki maður, nei Guð, ég get ekki verið að koma. Það, hann horfir ekki á það, hann horfir á inn í anda minn sem hann búinn að réttlæta, sem gerir það verkum að ég má koma inn og ég má standa teinréttur framfyrir honum, ekki vegna þess að ég svo klár og góður, ekki vegna þess að ég svo hreinn og réttlátur, heldur vegna þess að hann hefur réttlætt mig. Hann búinn að opna einhverja leið og það þessi leið, það þetta sem hann gerir innra með okkur sem aðalmálið sem við viljum að skoða. Því að þar leyndardómurinn, þar grundvöllurinn að öll okkar lífi í Guði. Ef við ekki vitum, ef við missum sjónar af þessum sannleika, þá stöðnum við í trúnni. Þá náum við ekki fram til þess marks sem að Guð vildi og ætlaði. Og taktu nú vel eftir, ég veit ekki neinn kristinn mann sem segir, já, ég trúi að Guð hafi réttlætt mig. Bara flestir kristnir held ég sem ég þekki myndu segja það og taka undir það sem ég að segja. En alveg eins og í mínu lífi og lífi þínu og lífi margra annara, þá vandamálið ekki það hér uppi að segja, hann hefur gert það vegna þess að það stendur í Biblíunni sjáðu. Það að vita hvað það þýðir. Það að skilja það, skilja hinn stórkostlegu áhrif þess sem hann búinn að gera og leyfa því að ná tökum á líf okkar. Þannig að við lifum í þessu réttlæti. Ekki bara í þeirri von að komast til himna í lokin, heldur í dag frá degi til dags. Þá lifum við í réttlætinu. Þetta forsenda þess að ganga í trúnni. Þetta aðgangurinn að frelsinu. Þetta aðgangurinn að öllu því sem þú þráir. Það réttlæti Guðs í þér. Þetta alltaf svona, ég fer af stað og ætlaði að nota innganginn og láta klárast. Ég rétt hálfnað með innganginn og tíminn að búinn. Þetta klassískt hjá mér, en það bara svo margt í þessu sem þarf að skoða. Þú þráir frið, þráir hamingju, þráir kraft í líf þitt, þráir lausn. Allt þetta í réttlætinu í Kristi. Það ýmsar leiðir í þessa átt. En ég ætla að lokum að lesa bara hérna úr Korintubréfi
öðrum kafla, öðru Korinthubréfi segi ég, 5. kafla. Og þetta eitthvað sem ég ætla að enda á og ég hugsa að við byrjum hérna líka næsta sunnudag. Því að við höfum ályktað sem svo. Við höfum dregið þá ályktun af öllu því sem Guð búinn að gera og Kristur búinn að kenna og því sem gerst hefur. Að ef einn dáinn fyrir alla, Kristur dó fyrir alla menn og hann dáinn fyrir alla, ef einn dáinn fyrir alla, þá eru þeir allir dánir. Með öðrum orðum, þetta leyndardómurinn og kannski torskilið eins og Pál sagði, að ef hann deyr fyrir mig, þá lítur Guð þannig á að þú og ég og allir menn hafi farið á krossið með hann og dáið með honum. Ef einn dáinn fyrir alla, eru allir dánir og þú segir strax, ég ekkert dáinn, ég bara sprelllifandi þetta maður. Hér lykillinn. Hann að tala innri manninn þinn. Hann að tala andan þinn. Þetta innsta eðli mannsins, manns andan sjálfan. Það hann sem deyr og það þar sem verður á sér stað endurfæðing. Þar verður þú ný sköpun. Hlustað á. Og hann dáinn fyrir alla til þess að þeir sem lifi ekki framar sjálfum sér, heldur honum sem fyrir þá dáinn og upprisinn. Að við lifum ekki bara fyrir sjálf okkur heldur í honum. Þannig metum við hérðan frá engan að mannlegum hætti. Þóttir höfum þekkt Krist að mannlegum hætti, þekkjum hennar núna ekki framar þannig. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný, hið gamla varð að engu, sjá nýtt orðið til. Þetta förum við kristni menn fjálglega með. Við okkur veist gott að segja ég nýsköpun í Kristi. Og við erum það. Og leiðu við segja það, þá veistu jafnvel og ég að það ekki, ég breytist ekki útliti. Ég alveg eins. Það sama kartöflunni, sömu eyrun, sama, þú veist, hvað í gangi? Segir ég sé ný sköpun. Og veistu hvað? Svo fer að áttaðu á því að það alls konar hlutir í lífinu, gamli hlutir sem þú varst vanur að gera, þeir eru ennþá þarna. Sumt hrundi bara afmiltist þeirra, ég þurfti ekki það fyrir sig, ég bara losnaði við þetta, sem betur fer. En svo eru aðrir hlutir sem eru þarna og svo eftir einhvern tíma, þá verðist þeir koma aftur. Veitu hvað í gangi? Ég ekki ný sköpun í Kristi? Já, en svo synga ég og gerir rangt og svo fell ég og skríða fætur aftur. Hvar þessi nýja sköpun þá, Halldór? Ég algjör máttlaus aumingi hérna í trúni. Get ekki neitt. Af hverju það svo? Þannig að nýja sköpunin innra með þér. Nýja sköpunin andið þinn. Þar hefur þú endurfæðst. Ef þú búin að gefa lífið þitt honum. Og ef að þú finnur ekki kraft þess og mátt, þess líf sem þar og þeir finnst þú standaði illa eða vera aumur í öllu hinu, þá það vegna þess að það búið að breiða yfir. Það komin hula yfir skilningin á því hver þú ert í Kristi. Hlustið á þessi stórkostlu orð. Allt frá Guði sem sætti okkur við sig fyrir Krist og gaf okkur þjónustu sáttargjörðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól og boða orð sáttargjörðar. Með öðrum orðum, hann búinn að sætta þig við sig. Við erum þess vegna erindreka Krist eins og það væri Guð sem ámennti þegar við ámennum. Við biðjum í Krist að hann láti sættast við Guð og svo kemur þessi stórkostlega setning. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd okkar vegna, til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Við erum líka sem kristinn áfjóð, við getum auðvitað að segja, hann var gjörður að synd mín vegna, ég átti að deyja á krossinum, en hann tók og var gjörður að synd. En svo við skiljum það alveg hvað þetta var ekki, þú veist, það var bara sjálfsagt að skilja það hvernig hann var það synd. Hann var réttlátur maður, hafði aldrei gert neitt ránt. Hann var samt að synd fyrir þig og mig.
En þetta bara önnur hliðin á peningnum. Hin hliðin að hann, leið Guð, leið og hann gerir Jesú Krist réttlátan manninn að synd, þá tekur hann réttlæti hans yfir á syndugamanninn og gerir hann réttlátan. Þetta ekki alveg svo vilt að trúa þessu, sko. Ég ekki að trúa hinn að hann hafa gert þetta fyrir mig, en að ég sé orðið réttlátur, hvað meinarðu? Það þýðir það að ég hafa átt sér stað umskipti. Jesús réttlátur maður. Takk eftir þess vegna las ég svo og lagði áherslu á áðan. Hann var maður. Hann kom og gerðist maður og var prestur hætti manna. Hann maður. Og hann hins vegar réttlátur og gerði ekkert rangt. Hélt lögmálið allt til enda og uppfyllti það. Hann fer á krossinn og við förum með honum og synd okkar fer yfir á hann og Guð segir, hann gjörður af synd sem réttlátur var. Og við deyjum. Þegar Guð lífgar Krist við aftur og reisir hún úr gröfinni, þá reisir hann sem mann. En hann lífgar hann ekki bara líkamlega frá gröfinni, hann endurfæðir hinn mannlega anda í honum og réttlætir hann fram fyrir Guði. Og það réttlæti nú sett yfir á þig og mig. Þannig að ég og þú fáum þessa sömu stöðu. Andi okkar núna þáttakandi, hluttakandi í guðlegu eðli og réttlæti Krists innan með mér. Það stendur hér. Trúir mér ekki? Hlusta á hvað Guð svo segir. Þann sem þekkt ekki synd, gjörði hann að synd okkar vegna. Ekkert mál. Við trúum þessu. Já, stór mál, en þessu getum við trúað og þessu trúa flesti kristni menn. En seinni partinum, hinum hliðin á krónunni, peningunum þá erfiðara. Það þetta. Til hvers gerði hann það? Til hvers stendur hér? Gerði hann réttlátan manninn að synd? Til þess að við, þú og ég, mundu verða réttlæti Guðs í Kristi. Það ekki bara hann að vera réttlæti ykkur, elsku vinur. Við réttlæti hans. Þess vegna en endurnýjaður hugur, óendurnýjaður hugur, og hugurinn sem enn að brölta í þessu gamla, líkaminn sem enn að brölta í þessu gamla, þau munu ekki hafa nein áhrif, þau hafa engin áhrif hver þú ert. Þú ert réttlæti Guðs í Kristi. Og við ætlum að fjalla þetta. Þetta skiptir öllu máli að þú vitir hver þú ert innan fyrir. Ok, ég búin að fara aðeins lengra heldur ég ætla, eins og ég segi, tíminn hljóp frá okkur, en svona þeim að fyrir að staði eitthvað svona, en ég hvet ykkur til að skoða. Þetta eftir að skýrast, þetta tormelt, þetta torskilið og allt það, vegna þess að þetta leyndardómur, andlegur leyndardómur, en veistu hvað, vertu með. Skoða þetta með okkur, kíkta á þetta, sjáðu til að Guð mun kenna þér. Ég get ekki opnað hjarta þitt til þess að þú sjáir þetta, en heilagur andi getur kennt þér. Hann getur opnað hjarta okkar. Hann opinberar og þú mun sjá og þú mun skilja hvað Guð hefur raunverulega gert í þínu hjarta. Í Jesú nafni, Guð blessi þig, elsku vinir.